Hvernig bara tilfinningin eftir leik? Hún aðeins betur núna heldur en eftir síðasta leik og þó maður sé ekkert eitthvað valabandi þú veist að hafa náð einu sigri þá er ég bara ánægður að við tókum okkur saman í andlitinu og við vorum eins og lið núna, ekki eins og hauslausir einstaklingar eins og við vorum í síðasta leik. Þannig að ég kallaði eftir karakter og þessum hlutum og ég fekk það í kvöld, þannig að ég er ánægður með það. Hvernig leiðir þegar þeir komast yfir í þriðja og í byrjun fjóra? Þannig líður náttúrulega alltaf betur þegar maður er yfir og því meira sem maður er yfir því betur líður manni. Þannig þú veist, svekkelsi, þú veist, við vorum með 7-8 stiga fórskot og svo fyrir við að gera heimskulega hluti í sókninni sem missum aðeins tökinn tíma en það var bara svo mikið eftir þannig að 4 stig, ég man ekki hvort það voru 7-8 mínútur eftir þannig að það var engin ástæða til þess að panika eitthvað en sem betur fer náðum við góðum stoppum svona í kjölfarið og sóknin þá bara kom svona svolítið að sjálfum sig. Talar karakter. Hvernig var bara eftir í síðasta leik? Þurftu að tala mikið við strákuna, ná einbeitingunni í gang? Já, ég meina þetta var alveg stórt verkefni að tjasta liðinu saman eftir hennar leik og við vorum ekki, eitthvað stoltir á einhverju frammistöðu eða hvernig við mistum hausinn og svona. Þetta er eitthvað sem maður vill ekkert sjá frá liðinu sínu, þannig að mér varst jákvæð orka í liðinu núna, við varum samheldin til staðar, við vorum ekki að spila eins og einstaklingar, við vorum ekki að pirra okkur á hlutum sem við stjórnum ekki menn bara einbeitt sér spil og létum mjög samskiptum í dómarann að mestu leyti, þannig viljum við bara hafa það. Stuðningsmennina, hvernig spilaðu? Þetta er náttúrulega bara rugl, ég veit, ég er oft spurður að þessu og ég lýsi þessu alltaf bara eins og, þetta er eins og að fara á Anfield, þú verður bara, ef þú ert ekki búinn að fara á Anfield og Síkið, þá áttu bara helling eftir þegar kemur að lífinu sjálfu, þannig að þetta er alveg ótrúlegt hús og ótrúlegu stuðningsmenn. Heldur það svona stemning, heldur það verða einhvern tíma venjulegt? Nei, krókurinn er fárveikur þegar kemur að körfubolta og við viljum ekkert hafa það neitt öðruvísi og það er bara held ég komið til þess að vera og hefur verið lengi og verður lengi í viðbót, þannig að þetta er bara okkar tromp, þessi stuðningur. Leikur 4, hvernig heldur það að verið? Það verður miklu erfiðari og það er eitt að ná svona frammistöðu heimavelli, það er annars síðan að ná svona frammistöðu á útivelli í húsi sem er allt öðruvísi en þetta og þeirra stuðningsmenn náttúrulega fjölmenna og þannig að nú reynir á okkur. Takk fyrir þetta.